Bye. Þáttur 8. Ótrúlega langt sinni postaði síðast. 4 vikur eða eitthvað. Ég bara búinn að vera... Ég ætla ekki að koma með eitthvað afsökun eins sem búinn að vera eitthvað locked in eða eitthvað. Það bara... ömurlegt frá mér. Þáttur nummer 8. Þetta svona... Þessi þáttur verður meira upp á hugafar. Og ekki skipa þetta vídeo af því ég sagði þetta verður upp á hugafar en ekki bara út á trading og okkur pening. Þetta ógeðslega mikilvægt. Örugglega mikilvægasta vídeo sem að mun vera í þessari kennslu. Og það bang. Þetta hérna það mikilvægasta sem þið munið nokkuð tíma að læra á trading journey-in ykkar. Og ég ætla bara svolítið svona að sýna ykkur hvernig þið getið fundið út ykkar eigin vandamál og svona zooma þessu út, sé hvað að hjá ykkur, vitlu sem þið að gera og ástæðan af hverju þið ekki að ná að græða pening og taka eitthvað út úr markaðnum. Langtíma lesi, þið geta alveg 1, 2, 1. Ok. Skref nummer 1. Nei. Mikilvægasta skrefið. Drop the ego. Þetta bara nauðsynlegt ef þú ætlar að ná langt í trading. Þú þarft að átta þig á því að þetta ekki þú á móti markaðinum af því að hann mun vinna þig í 10 af 10 skiptum. Þetta þú á móti þér. Þetta þú á móti hausnum að þér. Treystu mér, ég með 2 ár, 2 ára reynslu í þessu sem kannski ekkert eitthvað að klikka en ég hef gert öll mistök sem hægt að gera í þessu bransa. Öll. Og lært það öllum. Þannig að ég get talað þetta og ég get kennt ykkur þetta. Hættið þið að halda að þið séu svona góðir í þessu. Þið eru það ekki. Þið getur alveg verið fínir traderar en ef þið væri góðir traderar þá væri þið líklegast ekki að horfa á þetta vídeo. Þannig að bara so sorry. Þannig að skrif númer 1, drop the ego. Þið þurfið bara aðeins að zooma út og bara horfa bara á markaðinn. Ekki vera að pæla í ég þarf að græða þetta mikið í dag af því að mér langar svo mikið í payout núna eða mér langar svo mikið í payout í næstu viku. Shit maður, það allir að segja þetta mun ekki virka hjá mér og ég þarf að prove out wrong og bullshit. Það bullshit. Þið eru að vera drullu sama hvað öðrum finnst þetta og hvað þeir eru að segja að þú sért í þessu, það skiptir ekki máli, þú ert í þessu fyrir sjálfa þig. Þannig að hlusta á sjálfa þig. Og já, þetta bara skref nummer 1. Strax þú búin að læra þetta. Það breytir öllu. Öllu. Þú mun taka bara 180 í trading journey-inu. Þannig já. Drop the ego, byrjum á því, kalma, ok. Finna veikleika. Ég bara skrifa þetta svona mjög stutt og síðan ætla ég að tala þetta og segja ykkur hvernig þið getið komist hjá þessu. Ok, hvað meina ég með veikleika? Let me cook. Ok.
Ég ætla að byrja á þessu þrennu. Græðgi, hræðsla og óþolinmæði. Þetta eru 3 punktar og ég get tala um þetta þrennt tengt trading í allan dag. Allan dag. Þetta er... Sjá, ég ætla að gera bara svona... Get ég ekki... Nei. Ok. Þetta er bara the bottom line. Ástæðan af hverju fólk nær ekki að skila hagnaði og af hverju þetta virkar ekki hjá fólki. Eins og kannski sjá þá er ég ekkert búinn að gera eitthvað blueprint áður en ég byrja vídeóið mín. Ég bara byrja vídeóin og ég tala bara beint frá hjartanu. Joke. Ok, græðgi. Hvað meina ég með græðgi? Þú hugsar, þú þarft pening núna. Þannig að þú fær að taka eitthvað bullshit trade sem að langtíma hræðilegt. Ef þú tapar trade, þú getur ekki séð rauðu tölurnar á skjánum. Þú þarft að ná þessu tilbaka, endar á því að sprengja alla reikningana þína og skemma vikur og vikur worth of progress. Afsækja ensku sletturnar. Nei, ég þarf ekki að skrifa um þetta, ég ætla bara að tala um þetta. Þetta var stærsta vandamál mitt alltaf. Alltaf. Ég þurfti að fá pening núna. Ég var búinn að læra allt tengt trading á 4 mánuðum. Max 4 mánuðum. Allt sem ég kann í dag, svona á markaðinn, lærði ég á svona 4 mánuðum. Það tók mér 2 ár. 2 ár að taka fyrstu krónuna mína úr þessu. Það er 1,5 ár í bullshit ákvarðanir. Bullshit ákvarðanir. Aftur og aftur og aftur og aftur og aftur. Sama dótið. Ég þurfti að græða pening núna. Ég tapaði. Ég var búinn að gera reglu. Max 1 trade á dag. 1 trade. Ég tapaði. Sá hann að setja upp. Þetta hlýtur að virka. Tapaði. Hvað gerist þá? Allt fyrir rugl. Ég hækka positionum mitt. Tapa aftur. Allir akkántarnir mínu farnir. Ég hef verið einu fyrir svona ári síðan. Var í einu trade frá stóru payout. Einu trade. Daginn eftir sprengdi alla reikningana. Ég er ekki að djóka. Þannig að ég get talað af reynslu þegar ég er að segja þér að horfa á þetta vídeo, ekki taka þessu bara sem eitthvað, já, veist, hvað er ekki að segja? Ég veit alveg hvað ég er að segja. Ég hef lent í þessu öllu áður og mér langar ótrúlega mikið að þið lendið ekki í þessu af því að þetta er hræðilegt. Hrikalegt. Hræðsla. Ég hef ekki verið mikið í þessu. En ég veit mjög marga sem að díla við þetta. Og hvað ég meina með hræðsla er bara að fólk þeir eru bara hrædd við að fara inn í trade af því að þeir eru of hrædd að tapa. Þetta er bara andstæðan við græðgi. Þeir þorið ekki, þeir fá kannski fullkomið setup, en þeir þorið ekki að fara inn í tradeið af því að þeir eru of hrædd að tapa. Eða þið riskið miklu minna á frábæri setupi og græðið þá eiginlega ekkert. Af því að þeir eru bara of hrædd að tapa og fara upp. Sko, það sem ég sagt við þessu, það sem þið þurfa að gera, ef þið eru að díla við eitthvað þessu, finniði ykkar strategy með ykkar confluence, fullkomnið það, bara horfið á fullt af vídeóum hjá hverjum sem er, þarf ekki verið á mér, ég kenni persónulega bara allt sem ég nota, ég er ekki að kenna það sem ég er ekki að nota, minnst það ekki mega sens, þannig að ég kenni bara það sem ég nota. Þið getið farið á
hvaða YouTube creator sem er að kenna þetta, skoðið öll vídeóin hans, finnið hvað henda best fyrir ykkur. Af því að það sem ég nota og þó að það virki fyrir mig þýðir ekki að það muni virka fyrir þig. Því miður. Þannig að finnið út hvað þið viljið nota, fariði og backtestið það, fáið fullt af gögnum ykkar strategy, hvenær það virka best, á hvaða dögum það virka best, klukkan hvað það virka best, ef markaðurinn gerir þetta áður New York opnaði, þá virkar þetta best, allt, og glósiði allt. Síðan sjáu þið eru búin að fara yfir nokkur ár, 3, 4, 5, 6 ár af markaði, þá þið komin með gögn hversu vel þetta virkar. Þið sjáu kannski, yfir heilt ár vinn ég 70% af treytunum mínum. Þá þegar þið tapið, þá þið ekki að hugsa, ég þarf að gera þetta tilbaka. Þú þarft þess ekki. Þú ert búin að backtesta þegar þú tekur 1 trade á dag og hvað gerist? Þú ert með 70% vinnrate. Hvað þýðir það? Það þýðir að þú munir vinna 70% af A+ tradeum sem þú ert að fara að taka með þínu strategy. Þú ert ekki að vera að vinna 70% af 50-50 tradeum, en það þýðir líka að þú ert að fara að tapa 30% af tímanum og þú verður að sætta þig við það. 70% vinnrate er ekki, þú vinnur 70% af tradeunum, en ef þú tapar þá er alltaf lægi að taka 1 í viðbóta því að kannski virkar það. Nei, 70% af A+ setup. Ef þú tapar, þá getur þú ándjóðs bara farið í glósuskjalið þitt, hort á það, já býtu, yfir heilt ár þá vinn ég 70% af treytunum mínum, þannig að bara hendur af tökunum, loka tölunni, ég kem bara á morgun, að því að ég veit að af 10 treytum er ég kannski bara að vinna 7. Þannig að hvað með það ég tapaði 1 í dag? Hvaða máli skiptið það? Langtíma er ég hvort sem er í hagnaði. Ef þú backtestar öll þessi ár og ert ekki sáttur með útkomuna, eða það er of lágt vinnrate eða eitthvað, þá bara breytirðu, fixar, bara ég er búin að breyta mjög miklu í mínu strategy til þess að bara fullkomna þetta fyrir mig. Ég er ekki að segja þér að vera að hoppa á ný strategy alltaf þegar þú tapar trade eða eitthvað þannig. Ég er að segja þér backtestaðu fullt af data, gögnum og notaðu það. Óþolinmæði. Þetta tengi mjög mikið við græðgi bara og eitthvað sem ég dílaði við. Eitthvað sem ég lenti í líka, segir maður bara. Óþolinmæði. Það er bara, ég þarf ekki að útskýra það. Þú ert óþolinmóður af því að þú sérð mig á TikTok eða einhvern annan á TikTok og þú sérð þessar flashy tölur og fólk er að græða þetta og þú bara, wow, mig langar í þetta núna, maður. Shit, hvernig getur lært þessu eitthvað? Fórst á YouTube mitt, ert að horfa á vídeóið mér núna og heldur síðan að þú getur lokað tölunni þinni og mætt næsta dag og gert nákvæmlega sem ég er að gera. Þegar ég er búin að vera í þessu í meira en 2 ár og búin að gangi í gegnum allt þetta og þú heldur að þú getur hort bara á nokkur vídeó hjá mér og þú ert bara maðurinn. Nei. Sorry, það er ekki þannig. Þú þarft að læra þetta allt sjálfur. Ég get kennt ykkur allt tengt þessu. En ég get ekki treyta fyrir ykkur. Þú getur lært allt af mér. Síðan glósar allt og gerir allt það sem ég var að segja á hann. Ok. Geggjað. Ég þarf ekki að tala meira óþolinmæði. Þetta er bara mjög straightforward. Þið langar að græða pening núna. Þú getur ekki beðið. Þú getur ekki sætt þig við að þetta getur tekið 6 mánuði, 12 mánuði, 18 mánuði, 2 ár, 5 ár. Það getur tekið 5 ár. Ef þú ert ekki alveg hérna. Það er fólk sem byrjar ekki að græða fyrir eftir 5 ár. Og
og þú heldur þú getur gert þetta á viku. Þetta er bara svona the harsh truth. Kannski er það að horfa á þetta vídeo núna og ég er ekkert eitthvað, eins og við kannski heyri í þessu vídeo, ég er ekki mjög mikið eitthvað svona að selja drauminn. Þetta hljómar ekkert eitthvað ógeðslega flashy og gaman núna, en það er bara sannleikurinn. Þetta er ógeðslega erfitt, þetta tekur ógeðslega langa tíma, þú þarfst að vera ógeðslega sterkur í hausnum og það er bara, svona er þetta bara. Erfiðir hlutir, hvað segir maður, góðir hlutir er ekki auðveldar að fá, Já, ok. Númer 3. Þið eru búin að finna veikleika ykkar. Geðveikt, það er rosaskref. Það er mjög erfitt að geta bara step out og fundi veikleikan ykkar. Af því að það er alveg rosaskref. Ok. 3. Boom. No shit. Finna lausnir við þessu. Hvað meina ég með því? Let me cook. Ef vandamálið ykkar er græðgi, hvað gerið þið þá? What? Hvað er í gangi? Já. Ok. Græðgi. Ekki langar í pening núna. Fyrsta sem þú þarft að gera er bara átta þig og þú ert ekki að fara að fá hana pening núna. Þú þarft bara átta þig að þetta mun taka tíma og ef þú ert ekki í lagi hérna og þú getur ekki fylgt reglunum þá er þetta aldrei að fara að virka og þú munt aldrei græða neitt á þessu. Þannig að bara spare your time, fara að gera eitthvað. Ok, það sem er þetta að gera. Riska minna. Findu upphæð sem að þú treystir til að setja undir og það sem ég meina með því er að þetta er upphæð sem ef þú tapar þá á þeirra geta verið sama. Alveg sama. Þú ert ekki að labba bara í burtu. Hættu að hugsa að ég þarf að græða svona mikið til þess að fá payout, að ég þarf að græða svona mikið eða eitthvað. Bara burt með það. Eina sem þú þarft að pæla í er hversu mikið þoliru að tapa. Ekki mikið hversu mikið ætlar að græða, hversu mikið þoliru að tapa. Og það er það sem að þú átt að setja undir. Ekki meira. Og muniði, ég er að tala frá reynslu með græðgina. Næsta, 1 trade á dag. Max. Break even, loss, sigur, mér er alveg sama. Langt flestir eru með fleiri en 1 trade á dag, en þetta er nákvæmlega sem ég geri og þetta er það sem ég geri enn í dag og þetta hjálpar ótrúlega mikið. Max 1 trade á dag. Taktu trade, ef þú tapar, lokaðu tölunni, ef þú vinnur, lokaðu tölunni. Ef þú tekur ekki trade, bara fínt. Alltaf bara svona daginn. Markaðurinn opnar aftur á morgun. Kann ekki orða þetta í íslensku. Kannski ekki heldur á ensku. En ég kann að útskýra þetta. Já, wow, ég ætlaði að segja það. Ok. Detach from money. Ég held að þetta sé rétt orðað hjá mér. Ég er ekki búinn með menntaskóla. Ekki það, skiptir hvað máli. Ok, þið sjáið vídeóið mín og þið sjáið upphæðina sem ég er að græða kannski og það er ástæðan af hverju ykkur langar að læra þetta. So sorry, það virkar ekki þannig.
þið þurfið að læra að hætta að hugsa peningin í þessu sem ótrúlega erfitt, ég veit, en það hægt. Eitt sem mjög sniðið sem ég geti gert að þegar þið að fara í trade, eins og bara svona, í paper trade svona, þá í staðinn fyrir að vera með upphæðina hérna, eins og við sjáum hérna plusinn á tradeinu, þá geti ég bara gert svona, farið í trading og breytt þessu hérna bara í ticks. Þá sjáum við aldrei upphæðina sem þið eru uppi. Þannig að þið eigið aldrei að vera að fara úr tradeum eða eitthvað þannig með að við upphæðina sem að þið eru uppi eða niðri. Það meikar engan sens. Þannig að eins og ef þið eru bara í þessu trade þá sjáum þið bara take profit 113 tick, stop loss 113 tick og þá eru þið bara að pæla í þessu hérna. I can't lose. Og já, þannig bara getið þið svona svolítið hægt að hugsa peningin og reynt bara frekar að fókusa á ykkar journey á að verða profitable eða góðir traderar. Því að það það sem skiptir máli. Þú átt að reyna að vera góður trader. Þú átt ekki að græða ógeðslega mikið. Þú átt að reyna að vera góður trader, fókusa á það og fylgja reglunum og hitt kemur með. Peningurinn og það kemur með. Buying. Þetta mjög fallegt hérna. Hræðsla. Eins og ég sagði áðan, þá þetta ekki eitthvað svona sem ég þurfti að pæla mikið í. En eiginlega bara stærsti punkturinn sem ég get gefið hér að backtesta og forward-testa. Að forward-testa bara að vera að treyta markaðinn bara venjulega, bara real time. Til að backtesta nota ég, hvað heitir þetta? FX Replay. Ég skýra bara hér. FX Replay til að backtesta. Og þetta bara svona stærsti punkturinn sem ég get gefið tengt þessu og að fá gögn frá því að backtesta. Og með því þá færðu og með því byggirðu sjálfstraust í þínu strategy og þá hættur að vera eins hræddur að fara inn í trade og þá byrjarðu meira bara að treysta á þitt strategy. Oh my god, ég gerir þetta alltaf. Óþolinmæði. Svo byrjaði að átta þig á því að þetta tekur tíma hjá öllum. Þú ert ekki að fara að byrja að æfa fótbolta, mæta á æfingar í viku, mánuð, ár og vera atvinnumaður. Það bara staðan. Þú þarft að vera í þessu í nokkur ár, þú þarft að læra mistökum, þú þarft að læra nýja hluti, þú þarft að læra sjálfa þig og þá kannski getur þetta virkað. Áttaðu á því að þetta tekur tíma. Það bara eini punkturinn sem ég með gegn þolinmæði. Þetta tekur tíma, sættu þig við það. Þú ert ekki eitthvað svona, hvað segir maður? Þú ert ekki eitthvað svona undrabarn eða eitthvað sem að horfa á vídeóið mín og mynd ná þessu á einni viku. Það ekki þannig. Þannig að þetta bara
nákvæmlega svona blueprint sem að þarf að gera til þess að geta síðan enda á því að setja sér reglur. Þú þarft að byrja á því, drop the ego, finna veikleika þína, finna lausnir við þeim. Er það eitthvað þessu? Ég veit það ekki. Þú áttaði á því sjálfur. Hérna er ég komið með einhverjar lausnir við þessum vandamálum. Og síðan þú ert búinn að finna lausnir við þessum vandamálum, þá getur þú byrjað að setja þér reglur. 1 trade á dag, vertu með eitthvað fast sem þú ert að riska. Þú ferð ekki trade nema og ferð nákvæmlega strategíuna þína. Þú treyta bara þetta session, þú treyta bara 9:30 til 11, 9:30 til 12. Settu þér reglur, skrifa það niður á blað eða í tölvuna þína eða eitthvert. Settu þér reglur og fylgdu þeim alltaf. Ekki bara á þriðjudögum, alltaf. Og þegar þú ert búinn að setja reglur og þú fylgir þeim alltaf, þá ertu ekki að gera neitt nema auðvelda þér þetta og stytta þér tíma. Ertu óþolinmóður? Viltu þetta núna? Settu þér reglur og stick to them. Ekki fara að treyta bara búm. Þá nærðu þess ekki fyrr. Það meikar eitthvað sens að vera óþolinmóður og gera hlutin eða gráður og gera hlutin sem að lætu þig ekki vinna. Það meikar engan sens. Þegar ég segi þetta upp á þetta er fáránlegt. Þannig að ég ætla ekki að segja ykkur nákvæmlega hvaða reglur þið getið sett ykkur eða því ég veit náttúrulega ekki ykkar veikleika. Þannig að þið verðið að finna út af því, finna lausnir við því. Og ég er búinn að gefa ykkur smá hint. Ég er búinn að svona kickstarta þessu. Nú komið ykkur til að klára þetta og byrja að treyta markaðinn almennilega. Ekki bara gíska, ekki bara gambla, gera þetta almennilega.